Komið sæl og velkomin í Spursmál þennan ágæta föstudag, 21. júní. Það eru sumarsólstöður í dag sem merkilegt í ljósið þess að á morgun tekur daginn aftur að stytta. Það eru kannski fréttir sem enginn vildi heyra. En grænlendingar, þeir halda líka þjóðhátíðardag sinn hátíðlegan í dag og við sendum frændum okkar og vinum góðar kveðjur í tilefni dagsins. Það er margt að frétt úr pólitíkinni hér, þingið er að klárast núna helgina, en í vikunni var lögð fram vantrauststillaga á Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur, matvælaráðherra, vegna framgöngu hennar í hvalveiðimálinu svokallaða. Það mál fór svo sem eins og við máttum gera ráð fyrir, meirihlutinn stóð við bakið á ráðherranum, en Jón Gunnarsson, alþingismaður Sjálfstæðisflokksins, hann skilaði auðu. Það olli lítilli hrifningu í herbúðum Vinstri grænna. Ráðherrann sem málið snerist brást illa við enda hafði hún varið Jón Gunnarsson sjálfan vantrausti fyrir nokkrum missunum síðan. Guðmundur Ingi Guðbrandsson sem formaður VG, hann kom í viðtal í gær og hann sparaði ekki stóru orðin bæði samstarfsflokkinn sjálfan en ekki síst Óla Björn Kárason og Jón Gunnarsson og lýsti því yfir að þeir væri raun og veru óstjórntækir. Við vitum ekki hvaða afleiðingar þetta hefur fyrir stjórnarsamstarfið svona vítt og breitt en það virðist vera eins og stjórnin ætla að halda út að minnstakosti sumar langt. Það mun allt koma í ljós og við fylgjumst með hér á mbl.is og í Morgunblaðinu. En það eru fleiri mál sem hafa vakið athygli okkar í vikunni. Hvassahraun er eitt þeirra. Þar eru menn enn að velta fyrir sér hvort að ástæða sér til að reisa alþjóðaflugvöll sem mun kosta 100 milljarða. Þetta er á sama tíma og jarðýtur og slökkviliðsbílar eru að reyna að hefta hraunstrauminn sem núna stefnir að orkuverinu í Svartsengi. Hugmyndin flugvöll á þessu stæði í ljósi jarðhræringanna er auðvitað ekkert annað en galin. Og það er mikill ábyrgðarhluti að stjórnvöld skuli enn vera að verja peningum og tíma fólks í það að kanna með fýsileika þessarar staðsetningar. Þetta einfaldlega gengur ekki upp og því fyrr sem að menn horfast í augu við það, því betra. En það eru góðar fréttir sem við fáum frá Hagstofunni þessa vikuna. Á Íslandi er 34% meiri landsframleiðsla á mann heldur en að meðaltali í Evrópusambandinu. Það segir okkur ýmislegt styrk hagkerfisins íslenska og það eru raunar aðeins 2 ríki innan Evrópusambandsins sem að skora hærra heldur en við. Það eru Írar og Lúxemborgarar. Það eru ríki sem að hafa keyrt á lágum sköttum og öflugu atvinnulífi og það má velta fyrir sér hvort að íslensk stjórnvöld gætu einmitt tekið þessi ríki sér til fyrirmyndar og skotið okkur enn ofar á þennan lista. Hin 2 ríkin sem að skora hærra en við innan Evrópu allrar eru svo Noregur og Sviss. Það eru ríki sem einmitt standa utan Evrópusambandsins og hafa ekki tekið upp evru. Þetta eru áhugaverðar staðreyndir sem að menn mættu taka tillit til þegar verið er að ræða stöðu Íslands meðal þjóðanna. En af öðrum alþjóðamálum, Vladimir Putin, hann fór til Norður Kóreu og hitti þar vin sinn og félaga Kim Jong-un. Þeir hafa núna gert með sér varnarsamning. Þeir telja sér sagt að þeir þurfi að snúa bökum saman til að verjast utanaðkomandi ógnum sem er dálítið furðulegt í ljósi þess að það eru þeir sem hafa ráðist gegn og ógnað nágrönnum sínum, hvort sem að það eru Suður-Kóreumenn, Úkraínumenn eða aðrir, en það er ekki þær þjóðir sem hafa staðið í ógn og yfirlæti gagnvart Norður-Kóreumönnum og Rússum. Við Íslendingar þekkjum varnarsamninga vel, þeir geta skipt máli, við erum með eitt slíkan mjög öflugan við Bandaríkin og svo höfum við sem betur fer verið stofnalara NATO allt frá 1949. Þetta eru alþjóðamálin, en við ætlum að fara hér yfir pólitíkin, ekki sitt heima í fréttum vikunar eftir örskamma stund með þeim Helgu Völu Helgadóttur, lögmanni og fyrrum alþingismanni og Bergþóri Ólasyni sem er þingflokksformaður Miðflokksins. Þegar þau hafa farið yfir fréttir vikunar kemur hingað Lilja Dögg Alfreðsdóttir ráðherra og við ætlum að fara yfir menningar og viðskiptamálin í víðu samhengi. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Frisco, 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 Frisco. Frisco, 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 Frisco. Nóa Kropp, brakandi snilld. Komið sæl aftur. Þau eru komin hingað til mín í hádegismóðuna. Þau Bergþór Ólason, þingflokksformaður Miðflokksins og Helga Vala Helgadóttir, fyrrum alþingismaður og lögmaður. Þau ætla að ræða hérna við mig stöðun í pólitíkinni og ekki vanþörf á að fá fólk sem að þekkir hver krók og kima niður í þinghúsinu þessa dagana. Komið sæl og blessuð. Bergþór, ég kannski byrja á þér. Þú ollir talsverðum usla í þingsal núna í vikunni með vantrauststillögu á matvælaráðherra. Sú tillaga var kannski ekki mjög óvænt felld af meirihlutanum í þinginu en
En þetta var talsverður darraðadans þegar að nafnakalli fór fram og fólk gerði grein fyrir atkvæði sínu. Já, það var nú svo sem viðbúið að bara í ljósi svona þessa viðvarandi ólögmætis sem hefur umlukið þetta mál allt saman alveg frá því Svandís Svavarsdóttir tekur sín ákvörðun fyrir ári síðan að vantrauststillaga á matvælaráðherra kæmi fram svona sérstaklega í ljósi þess hvernig síðan svona haldið á málum stjórnsýslulega eftir að Bjarkey Olsen tekur við embættinu og það er nú svona verið reynt að svona halda því fram að það sé ósanngjarnt að skella ábyrgðinni á Bjarkeyu í þessu samhengi í ljósi þess hversu stuttan tíma hún hefur verið í ráðuneytinu en það hefur sennilega engin ráðherra nýtt tíma sinn betur í ráðherrastól til að fara á svig við lög og reglur hvað þetta varðar. En umræðan þetta varð býsna hvöss og það þetta kemur líka fram þó að þetta hafi nú farið í meginatriðum eftir línum stjórnar og stjórnarandstöðu. Þá þetta blasir við að það mikið ósætti milli stjórnarflokkana vegna málsins og við sjáum nú þarna að Jón Gunnarsson situr hjá við afgreiðslu, ver ekki ráðherrann. Óli Björn Kárason með atkvæðaskýringu sem var allar athygli verð. Þannig að þetta mál á eftir að valda mönnum vandræðum innan stjórnarflokkana eitthvað áfram. En það sem kannski athyglisvert núna hversu treglega hefur gengið fyrir hagaðila að fá gögn frá ráðuneytinu hvað þessa ákvörðun varðar, að það ekki eins og að þurfa að fara á þjóðskjalasafnið til að sækja þau minnisblöð og þá ráðgjöf sem að sérfræðingar ráðuneytisins lögðu fyrir ráðherrann áður en að ákvörðun tekin. Það er nú ekki langt síðan að þetta voru kollega þínir, Helga Vala. Þannig að mér langar kannski til að spyrja þig þegar þú komið dálítið fjarlægð á þetta í svona aðstæðum eins og þegar Bergþór kemur og varpar þessa sprengju fram með vantrauststillögunni. Liggur það fyrir bara frá fyrstu sekúndu hvernig landið liggur eða þurfa menn að semja sig í gegnum það, þurfa þingflokkarnir að taka raunverulega umræðu það, hvort að ráðherra sé varin vantraustið ekki? Já, mér finnst nú líklegt að það hafi átt sér stað að einhverju leyti. Þetta var þetta samt borið fram af einhverjum flokkum sem vantraust á ríkisstjórnina alla vegna óstjórnar í efnahagsmálum og bara óstjórnar almennt við rekstur þessa lands. Þá að með því að stilla því upp þannig að þá sér maður varnirnar þéttast miklu meira sko. Þá auðveldara fyrir Bjarna Benediktsson að segja ég með allt undir kontról, auðvitað styðjum við þetta ekki og allir bara fylgja því. En að því ég líka lögmaður sko, þá fer ég að horfa á líka bara út frá því og það kannski það og mikil áhuga manneskja stjórnmál og svona þessi valdmörk öll í okkar stjórnkerfi að þá ég farin að hafa svolítið miklar áhyggjur af þessu rosalega prinsippleysi í pólitíkinni. Að það bara skiptir engu máli hvað ráðherrar gera í embætti. Þeir njóta alltaf skjóls meirihlutans. Alveg sama hvort sem að valdabrölt þeirra hefur kostað íslenskan almenning, skattgreiðendur, milljónir, 10 milljóna eða 100 milljóna. Það bara breytir orðið engu og þessi ríkisstjórn bara einhvern veginn, sko, hún þyrnum stráð af einhverjum lögbrotum ráðherra. En ekki komnar svona einhverjar sprungur í þetta eins og þegar Bjarni Benediktsson fer úr fjármálaráðuneytinu í utanríkisráðuneytið? Það alveg ljóst að Svandís Svavarsdóttir stóð mjög höllum fæti þegar að vantraustið lá fyrir gagnvart henni og hún lendir þessum hræðilegu veikindum sínum. Þannig að heldur betur. Þetta ekki eitthvað aðeins að breytast eða? Nei, mér finnst það einmitt ekki sko, af því að ég sé engan mun á aðgerð Bjarkeyjar og aðgerð Svandísar að því leyti að sko í mínum huga ég held að margir vita hvar ég stend varðandi hvalveiðar. Það er í rauninni bara annað. Það er bara annað í rauninni. Það er þessi málsmeðferð sem að einmitt umboðsmaður Alþingis gerir athugasemd við. Það er málsmeðferðin sem að verður bara ómálefnaleg af því að það er verið að draga það allt of lengi að klára mál. Það er verið að henda út einhverjum umsagnarbeiðnum 9 dögum fyrir lokadag. Og ákvörðun kemur svo 2 dögum eftir að umsagnir eru komnar í hús. Þetta auðvitað bara sýndamennska. Og þetta ekki sko, þetta uppfyllir ekki málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaganna. Það bara gerir það ekki. Og þegar Bjarkey kemur svo út og segir ég verð auðvitað bara að fara að lögum, þar með bara hækkaði hún skaðabóta kröfu Kristjáns Loftssonar ég veit ekki hvað
mikið sko, með því að segja bara Svandís fór ekki að lögum, ég þarf að fara að lögum. Ætlar þú að taka að þið málið fyrir Kristján? Nei, ég er ekki alveg vissu það. Það kemur í ljós. En lögmenn auðvitað, maður þurfa- gerir ýmislegt sem að, Það er hluta réttaríkinu. já, það er það. Það þurfa allir á réttátri málsmeðferðar. Já, stundum bara finnst manni, mér finnst þetta spennandi hluti, það er að segja að ráðherra ábyrgðin og að ráðherra fari að lögum. Í alvöru. En eitt af því sem að Bjarni Benediktsson nefndi í atkvæðagreiðslunni núna í þinginu var það að þingið hefði ekki nýtt í raun og veru svona eiginlega þau verkfæri sem það hefði til að fara ofan í kjölinn á málinu, nefndi þar stjórnskipun og eftirlitsnefndina, mögulega umboðsmann Alþingis. Hann virðist svona í að því að þingið þyrfti að fara í gegnum það ferli allt aftur með þessa ákvörðun Bjarkeyjar áður en menn fara að velta fyrir sig mögulegu vantrausti eða að halda fram fullyrðingum lögbrot. Hann sagði bara að það væri ekkert sem að staðfesti það að ráðherrann hefði brotið lög. Sko ef að menn með ekki hreyfa sér pólitískt fyrir en endanlegu dómur í Hæstarétti liggur fyrir, þá munur nú hlutir gerast enn hægar heldur en verið hefur hingað til. Það er þetta þannig að ég fór nú til dæmis í fyrirspurnatíma og reyndi að ræða við matvælaráðherra um þennan gjörning hennar og stjórnsýsluna. Þar fór hún bara eins og köttur í kringum heitan graut og svaraði helst engu sem hönd á festi. Ráðuneytið þurfti nú reyndar að leiðrétta hana? Já, akkurat, þannig að það var reynt og mér er nú til efs að þegar Bjarni Benediktsson lagði fram vantraust á ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms í apríl 2011 hafi hann farið í miklar forvinnu innan kerfisins áður en að það var gert. Þannig að ég held að þetta sé nú svona tilfallandi röksemdafærslur innan dagsins. Og svo er líka kannski pínlítið krútlegt að þetta sé maðurinn sem að, var algjörlega mótfallinn því að það sett af stað rannsóknarnefnd vegna sölu á Íslandsbanka og allt hans fólk. Það væri algjör óþarfi að því að þetta væri allt til skoðunar hjá umboðsmanni. Nú hefur þetta umboðsmaður skoðað starfsaðferðir fyrir hennara Bjarkeyjar í þessum stól og það liggur fyrir sko. Það er nefnilega býsna margt sem einmitt liggur fyrir þar og það er eins og Helga Vala sagði á hann. Í eðli sínu, svona eðli ákvarðanna er keimlíkt milli þeirra ráðherra. Þetta er nú búið að vera þarna röð bæði Svandís fyrst, síðan gegnir Katrín Jakobsdóttir fyrir hana og síðan kemur Bjarkey Olsen. Þetta er bara svona viðvarandi ólögmæti í gegnum tímabilið allt og þess vegna reyndi ég nú að setja í þetta samhengi að það er að horfa á heildarmyndina, ekki bara þennan mjög afmarkaða tíma sem Bjarkey Olsen hefur setið í ráðuneytinu. Nei, og líka kannski bara þessi þörf á því að vera að rannsaka málið og umsóknina frá grunni. Þegar það lágu þetta fyrir að kæmi umsókn á þessum tíma fyrir þetta veiðitímabil, að þá veldur maður líka kannski fyrir sér hvernig er hægt að halda því fram að þetta hafi ekki verið tafaleikir. Það er ekki hægt, það stenst enga skynsemi skoðun. Og aftur segi ég þetta, ég vil meina að Svandís hafi verið í fullum rétti til að banna hvalveiðar á þeim tíma sem að hún lýsti því yfir vorið 2023 að hún mætti það ekki samkvæmt lögum. Ég var bara ósammála þeirri lögskýringur á þeirrans þá. Þannig að og er það ennþá. En þú verður að fara eftir skýrum málsmeðferðarreglum sko. Í öllum þínum störfum. Þú getur ekki gert þetta bara einhvern veginn sem ráðherra og sagt bara skattgreiðenda borga. Bara fyrirtæki og heimili verða að geta gert ráð fyrir því að lögin í landinu gildi og ráðherrar Vinstri grænna hafa verið í fullum færum til að leggja fram breytingu á lögum hvalveiðar frá því Vinstri grænir tóku við ráðuneytinu árið 2021. Það hefur bara ekki verið gert og síðan var þetta upplýst af fulltrúum Sjálfstæðisflokksins að það hefði sérstaklega verið þetta samið þegar ríkisstjórnin var skrúið saman 2021. Þannig að svona óheilindin eru til viðbótar við þessa bróguðu stjórnsýslu. Þá eru þetta svona greinlega mikið vantraust á milli stjórnarflokkana þarna og það var gert grín að því í einhverju samhengi í gær að það virtist vera meira vantraust milli Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins heldur Bjarkeyjar Olsen og Bergþórs Ólasonar. En eitt var alltaf þetta vantraust. Nú situr Jón Gunnarsson hjá, hérna og Óli Björn Kárason myndi gera það líka en hann greiddi atkvæði gegn vantraustinu. Jón Gunnarsson mætti svo í viðtal hjá Heimi Má Pétursinni á Stöð 2 í gærkvöldi og þar strax á eftir Guðmundur Ingi Guðbrandsson formaður VG. Ég verð að segja að maður hefur ekki heyrt þann tón í formanni stjórnarflokks, meirihlutaflokks sem að maður heyrði hjá Guðmundi Inga þarna í gær. Hann var mjög herskár í garð í raun og veru ekki aðeins Jóns Gunnarsson heldur bara samstarfsflokksins í heild. Heldur betur.
og segir Jón Gunnarsson og Óli Björn Kárason vera óstjórntæka. Það mjög áhugaverð yfirlýsing hjá formanni stjórnarflokks. Ég veit ekki alveg eftir hverju verið að bíða með að sprengja þessa ríkisstjórn. Mig grunar að það eina sem að sé svona núna verið að horfa til bara það aðeins og stutt síðan Katrín kláraði sína kosningabaráttu sko. Erum menn enn að taka tillit til hennar? Já, það kann að vera og svo bara þetta júlímánuður kannski ekkit góður mánuður til þess að sprengja ríkisstjórn þannig að bíðum til hausins og þá kemur þetta. Þú heldur að það gerist? Sko ég held það ennþá. Ég heyrði bara í fleiri en einum og fleiri en tveimur stjórnarliðum í síðustu viku sem sögðu bara, horfðu bara í augun á mér og sögðu þetta búið. Og það voru ekki Vinstri græn sem sögðu það. Hverju voru það? Nei, en það var alveg þannig. Þannig að og líka kannski bara, ég held að Svandís takið þennan slag. Formannsslaginn? Já, og ég held að hún muni vera sú sem að getur farið aftur í ræturnar sem að VG þarf að gera. Það tala margir þannig. Það auðvitað þessi flokksráðs eða landsfundur VG í október yfir maður rétt. Já, ég skil ekki alveg að hafa hann í október. Því þau sprengja líklega í september, væri ekki flottar að hafa þetta nær? Nei, Ert þú jafn trúaður og Helga Vala á að þetta springi? Ég held að þessi stjórn myndi springa síðustu haust, en ég er farin að hallast að því hún get ekki sprungið. Já, ég nefnilega óttast það að við sitjum uppi með þessa ríkisstjórn og hún muni skakklappast til síðasta löglega laugardags til að framkvæma kosningar sem er þá 20. september 2025. Það er býsna langur. Ég reiknaði þetta nú í eldhúsdagsumræðunum því að það kom fram spurning hvað við getum þurft að sitja uppi með þetta í langan tíma og svarið við þeirri spurningu voru 465 dagar, þannig að þetta er einhvers tæpi 460 dagar eftir Þetta eru 15 mánuðir. Þetta eru 15 mánuðir Ég er ekki viss að heimilin í landinu þoli það. Nei, það er nú það sem raunheimar mæta á endanum og þessi ríkisstjórn sem að virðist sjá nú bara hvernig þinglókin að leggjast núna. Þetta er ekki rismikil staðan og þetta ósætti sem að birtist með svona augljósum hætti í umræðunum vantrausti í gær bara birtast inn í nefndum það sem risamál að deyja út af ósætti stjórnarflokkana og þetta eru mál sem eru búin að fara gegnum ríkisstjórn og búin að fara gegnum þingflokka fyrirstigum en svo deyja þau í nefndum út af innbyrðis ósætti stjórnarflokkana. Þetta var óþekkt fyrir Ég ætla að fara aðeins yfir þessi mál rétt að öðru. Mér langar til að setja þetta þó í samhengi við það sem við sjáum gerast núna erlendis því að meðvelta fyrir sér ef að stjórnin springur og þá þarf að boða til kosninga. Og þessir flokkar eru nú ekki að mælast með mikið fylgi þessa dagana. Maður þarf nú eiginlega smá sjá til þess að sjá það allavega í einhverju tilvikum. Ef við skoðum Rishi Sunak í Bretlandi og síðan Macron í Frakklandi, þessi dæmi ekki svo fjarri okkur hljóta að hræða menn og hrella frá því að fara í kosningar í þessu ástandi, er það ekki? Það er nú hættan það er nú annað sem við nefndum ekki áðan þegar við ræddum tímasetningu landsfundar Vinstri grænna. Það er auðvitað landsfundur Sjálfstæðisflokksins í febrúar á næsta ári og mér segir svo hugur að Bjarni Benediktsson sé nú til í að kosta býsna miklu til þess að halda stjórnartaumana á þeim tímapunkti. En það ég meina, Rishi Sunak auðvitað í ótrúlegum vandræðum í Bretlandi en það auðvitað hluta til vegna þess að það eins og það hefur verið einhver sjálfstortímingarhvöt í flokknum hans langa hríð og síðan sjáum við stöðin í Frakklandi. Ég hræddur að formenn stjórnarflokkana við séu, eins og ég segi, til í að kosta býsna miklu til til að forðast að mæta kjósendum alveg í bráð, en síðan eru þessi atriði sem snúa uppstokkun hjá Vinstri grænum og örugglega nýrri forystu og síðan landsfundi Sjálfstæðisflokksins í febrúar sem að setja þetta í svona sérstakt samhengi. Það eru aðrir hvatar sem þarna liggja undir heldur en akkúrat bara atkvæðasöfnunin og frá þeim tímapunkti nú ætla ég að gera ráð fyrir því að Svandís yfirtaki Vinstri græna, frá þeim tímapunkti að Svandís tekur Vinstri græna fram að landsfundi Sjálfstæðisflokksins í febrúar, þá verður Svandís auðvitað með byssuna við gagnauga á Bjarna Benediktssyni bíðandi eftir að finna rétta máli til að slíta á. Þannig að þetta verður mjög áhugaverður tími framöndan gruna mig. Já, ég er alveg sammála þessu. En það er auðvitað líka þessi staða að bæði Miðflokkur og Samfylking hafa þrefalda fylgi sitt frá kosningum sem að er ákveðið lím, en ég held samt sem áður að Svandís og Vinstri græn hafi í rauninni engu að tapa núna. Nú er það bara viðspyrnan sem er möguleg þar. Þau eru komin á botnin. Þau eru komin á botnin, sko. En Framsókn? Ég held að Er allt í lúri lög þar? Nei, Framsókn er bara löngu byrjuð í kosningabaráttu. Ég meina, ég held að barnamálaráðherra sé búin að útdeila
hvað eru þetta mörg 100 milljónir eða milljarðar Ég held að sé bara sem að hann er búinn að útbýta núna í nýja verkmenntaskóla hringinn í kringum landið til dæmis. Ég held að sé bara heill starfsmaður upp í fjármálaráðuneyti sem situr og svitnar dagana langa Já, og púsar þetta saman. það er bara þannig. Þannig að sko, það er bara eitthvað annað lögmál í gangi. Reyndar voru þeir að slátra þjóðaróperu hennar Lilju, en hún sagði bara, já, það er bara út af tímarammanum, þetta kemur aftur inn í haust. Það var nú út af vanfjármögnuninni. Nei, ég meina, hún kom bara út og sagði þetta, engar áhyggjur, ég meina, allt under kontról. Þau eru bara í rosalegri kosningabaráttu búin að vera það lengi. En hvaða mál eru þetta, Bergþór, nú sjáum við fram á það að þingið er að klárast, það er einhver stór mál að komast í gegn, útlendingamálin, er það ekki öryrkjamálið og einhver fleiri, en það eru ansi langur lista málum sem að ekki komast í gegn. Já, hann er býsna langur og þetta skiptist annars vegar, þetta er örlitlum fyrirvara, það er verið að nýta þessa síðustu hnúta núna og verður kannski, já, svona, en ég held að megi svona ganga út frá því að samið hafi verið þinglok og þetta eru þetta risamál nokkur sem falla vegna ósættis ríkisstjórnarflokkana. Innbyrðis. Síðan sjáum við atriði eins og sóttvarnarlögunum að kröfu stjórnarandstöðunar í fresta fram á haust. Það eru þetta algjörlega fráleitt að ætla samþykkja hér í flýti, þetta mál hefur ekki verið rætt nema bara í stubbinum núna eftir forsetakosningar, flýti nýja heildarlöggjöf í sóttvarnarlögum þegar ekki einasta úttekt hefur átt sér stað hvað tókst vel til og hvað tókst illa til á tímabili COVID-aðgerðana, hvað sko stjórnsýslulegar og heilbrigðisákvarðanir varðar. Það er búið að taka út sko efnahagslegu ákvarðanirnar eða fjárhagslegu. En þannig að það eru svona nokkur mál sem að stjórnarandstaðan náði að svona bregða fæti fyrir sem eru til bóta, en áhugaverðast eru þetta að skoða þá löngu málarunnu sem fellur vegna innbyrðis ósættis stjórnarflokkana fyrst og fremst og eru þetta þar má nefna lagareldið og samgönguáætlunina. Ég er reyndar þeirra skoðunar að samgönguáætlunin hafi verið algjörlega ótæk til afgreiðslu eins og hún var lögð fram, en það er ótrúleg staða að slík mál degi í höndunum og stjórnarflokkunum. Það held ég að þekkist valla. En er þetta raunverulegur ágreiningur innan flokkana efnisatriði þessara mála eða er þetta bara vegna kergjuna sem upp er komin í samstarfinu? Það er bæði og svo er það líka sko þegar framararnir missa mál þá þurfa sko sjallarnir að missa mál á móti sko. Þannig að þetta eru vogarskálarnar sem að menn er að... Já, vindurinn til dæmis deyr núna á lokametrónum. Vindurinn deyr, við fögnum því ekki komið sumar. Það er þetta vísi vindorku... Jú, bæði stefnun og frumvarp Guðlaugs Þórs og þannig að þetta eru svona, þetta er ekki beint skiptidílar, þetta er svona, þetta sé ekki einhvers slags svona gagnkvæm refsing. Ef eitt mál fellur þá þarf að jafna það yfir, smyrja því yfir hina tvo. En þetta er þó skárra, er það ekki, eða þessi niðurstaði skárri heldur en þinglokin síðastliðið sumar, fyrir árið síðan, þegar að það var bara skellt í lás og eiginlega ekkert afgreitt. Ja, það var náttúrulega alveg, ég man eftir því. Það var alveg ótrúlega skrítin þinglok. Enda sko Bjarni Benediktsson forsætisráðherra hefur einmitt sagt að það hafi ekki verið neitt sómi af þeirri afgreiðslu fyrir þingið en það var auðvitað bara staðan sem að ríkisstjórnarflokkarnir fundu sig í. Sko við vorum á leið á sko samningafund þingflokksformanna þegar bara allt í einu kynum meldingum bara gengi verður bara sent heim. Allir heimbúir, tökum bara þetta tvennt sem þarf að klára. En í þessu samhengi þá eru þessi niðurstaða núna skárri en á sama tíma, að því þetta tók lengri tíma, þá fljóta upp miklu fleiri mál sem að svona opinbera innri megin stjórnarflokkana. Þannig að bara aftur að því sem við vorum að ræða hér áðan, það að þessi ríkisstjórn ætla að skakklappast í 15 mánuði viðbót er að einhverju marki bara óhugnanleg tilhugsun. Mér finnst líka bara svo skrítið, ég meina þið voruð í fríi, þú veist, í 2-3 vikur frá þingsal. Akkur voruð þið ekki búin að klára þetta meðan að var verið að hingra þarna eftir Bessastöðum? Hvað voruð þið að gera á þessum tíma? Það er óskiljanlegt. Akkur sátu þau ekki bara og funduðu frá morgni til kvölds á meðan að þingi mátti ekki vera á störfum? Ég meina það er ekkert fyrirtæki sem myndi hegða sig með þessum hætti. Þetta er ekki þá okkar. Alþingi verður nú held ég mjög seint líkt við hefðbundið fyrirtæki. Nei, alls ekki. Bara sumarleyfistíminn er auðvitað... Já, nei, ég meina þetta er bara, þú veist, þessi vinnubrögð eru bara svo vittlaus, sko. Og líka það að láta mál bara detta niður í lok hvers þings, það er líka alveg ofboðslega ópraktískt og er ekki, ég meina, normenn eru með þetta öðruvísi. Það er einmitt gert samkomulag bara,
hvaða mál fá að lifa yfir á næsta þing, næsta haust, til þess að við getum haldið áfram með vinnuna sem við erum búin að vera að leggja hérna á okkur alla síðustu mánuði, sko. En það ekki einhverju litið þannig líka núna? Sum málin þau í raun og veru deyja, önnur þeim frestað og Nei, vinna það má fer í gang. ekki fresta þeim. Já, þau í rauninni byrja á núlli aftur. Þau verða að byrja á núlli, sko. Út frá umræðunum. Já, þú veist, það þarf að flytja af málið aftur og allt þetta og þá er ekkert að vita hverjir ætla að vera á móti þá, sko. En svo eru þetta sjónarmið þessu líka þegar meðalgæði mála fyrir land og þjóð eru eins og nú háttað. Þá kannski ekki alls slæmt að mikið magn þeirra degi. Nei. En svo sjáum við eins og núna, svona aðalsamningapakki ríkisstjórnarinnar var útlendingamálið fyrir Sjálfstæðisflokkinn, það var mannréttindastofnun fyrir Vinstri græna og það voru listamannalaunin fyrir Framsóknarflokkinn. Og síðan, sko, þegar þessum 3 málum sleppir, sem að svona ríkisstjórnarflokkarnir einhvern veginn slóu skjaldborgum, þá allt í hálfgerðri upplausn. Þannig að það er Lilja sem stjórnar. Lilja fær sitt, en Lilja á endan reynda þurfti að borga sko stóran hluta listamannalauna viðbótarinnar innan úr eigin sjóðum sem að sömu hópar hafa verið að sækja í hingað til vegna vanfjármögnunar sem mjög áhugavert. En það einn stjórnmálamaður sem að ég tek sérstaklega eftir í þessu öllu, og ekki vegna sýnileikans heldur einmitt vegna þess að hann nær ósýnilegur og maður velti fyrir sér hvort að það sé á ferðinni þessi gamla aðferðafræði sem að Napóleon talaði að á meðan að andstæðingurinn í þeim ham að eyða sjálfum sér að þá ekki að trufla hann því að þá geta hann átt að sjá því hvað í gangi. Kristrún Frostadóttir, hún mjög ósýnileg í þessu öllu saman. Hún spilar engan stórleik í sambandi við vantraustið og í fleiri málum eins og í útlendingamálunum. Þar bara skilar hún ásamt sínum litla þingflokki auðu. Er þetta ekki rétt mat? Já, þetta örugglega bara rétt mat. Að hún auðvitað mjög klók og fattar það að vera ekki að þvælast fyrir þegar óvinnurinn að eyða sér innanfrá. Þannig að þetta bara mjög snjallt hjá henni. Þetta meðvitað sennilega? Já, mér finnst það mjög líklegt. Hvernig metur þú það, Bergþór? Þú fylgist með störfum hennar innan þingsins? Já, ég held að Kristrún hljóta að vera að meta þetta svona á þeim nótum sem að þú leggur upp hérna að það sé ekki til neitt skaggs með 30% fylgi að vera að stíga inn í mál sem þessi að óþörfu. Og það auðvitað þannig að það svona hlýtur að vera svona hluti af hugsuninni núna sko hversu mikil festa í þessum síðustu prósentum í könnunum og það auðvitað þegar þú ert komin á þennan stað þá getur þú kannski ekki hreyfti mikið á þess að rugga bátnum af því að þetta eitthvað sem hefur ekki komið í ljós í kosningum enn sem komið kannanirnar eru auðvitað annars eðlis þannig að ég held að þetta sé bara skynsamleg nálgun og bara eins og Napóleon forðum ekki trufla óvininn á meðan hann að valda sér skaða sjálfur. En nú hefur tekið eftir því að í fleiri og fleiri málum sem að Kristrún tekur á þá hann að lenda í vandræðum innanflokks. Það koma því reglulega fréttir að fólk sé að segja sig úr flokknum, núna síðast bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Garðabæ og það höfðu uppi stór orð að flokkurinn hafi svikið mannréttindi fólks meðal annars með því að sitja hjá í útlendingamálinu. Þetta virðist ekki bíta á fylginu. Það virðist hrynja af flokknum allskyns trúnaðarmenn sem hafa gessi gildandi innan flokksstarfsins en almenningur virðist láta sér það í létturúmi liggja. Ég held að þetta sé líka bara ákveðin stimpill á sko vantrausti gagnvart ríkisstjórninni. Ég meina það auðvitað hluti af þessu mikla fylgi sem að Samfylkingin að uppskera núna í þessum könnunum. Er bara það hvað ríkisstjórnin rosalega léleg. Ekki stuðningur við Samfylkinguna líka? Jú, líka. Ég meina þú veist, þetta eru mjög vel strúktúrerað hjá henni og hennar svona fylgitunglum hvernig þau að gera þetta og þau gera þetta mjög vel. En það rétt hjá þessu fólki sem hefur sagt sig frá störfum að þau séu að brjóta? Nei, ég meina það er ekki viðsnúningur í stefnu flokksins í ákveðnum grundvallarmálum og það bara þannig. Það er ekkert að horfa fram hjá því. Ég var auðvitað svolítið hissa þegar Ólafur Þ. Harðarson mætti í stuttbuxunum og sagði að það var engin stefnubreyting. Það er auðvitað sjá það allir að það stefnubreyting. Í útlendingamálum? Já, og svona öðrum líka lykilmálum. Ég meina það eru svona mannréttindin hafa verið hliðsett í nýju Samfylkingunni og það bara markvisst ákvörðun að hafa það þannig. Sama með svona umhverfismálin og náttúruverndina og svona sem að líka hafa verið svona kjarnamál, þau eru líka sett til hliðar. Þannig að það er verið að búa til og ég meina
þau tala það þannig sjálf, formaðurinn talar þannig. En Þetta er ný samfylking. En að mannréttindi séu Og hún hliðsett, það er greinilega, auðvitað- þessi nýja samfylking bara greinilega nýtur mjög mikillar hylli. Þannig að almenningu virðist frekar vera á því að hliðsetja mannréttindi og umhverfis- og loftslagsmál. Hvað er að hliðsetja mannréttindi? Í hverju birtist þetta? Í því að leggja ekki lengur áherslu á þau mál, að það séu ekki þau mál sem að flokkurinn talar fyrir, að taka upp orðræðu í rauninni systurflokks samfylkingarna til dæmis í Danmörku þegar kemur að málefnum fólks að flótta. Það eru þetta grundvallar stefnubreyting, en hún virðist virka. Virðist falla í kramið? Já, en ég held reyndar að þessi 30% sé ekki að merkja sig á flokkin út af þeirri stefnubreytingu. Það er miklu frekar en þú segir, sko, það eru þetta lykilfólk sem er að fara. En það, eins og ég heyrði varaformanninn segja, það er allt í lagi. Það er bara að gefa maður í mann stað og það er bara Það er nóg að taka? Já, það er bara gaman við okkur og stemning og fólk kemur og fer, þú veist. Þannig að ég held að þeim líður bara vel með það, að losna svolítið við bara ákveðin kjarna sem hefur verið þarna síðustu 2 áratugi í einhverjum grasrót. Þú veist, það er bara í öllum flokkum, ég meina það bara. Já. En er Kristrún ekki aðeins Þetta er líka ekki trúarbrögð, sko. að reyna að feta bil beggja, svo sjáum til dæmis í atkvæðagreiðslunum útlendingamálinn í annar umræðinni, þá fer samfylkingin á móti fjölskyldusameiningar ákvæðinu sem var nú kannski aðal ákvæði þessara síðustu lagabreytingar. Þannig að ég áttaði mikið alveg á hvort að það væri til að friða einhverja hópa innan samfylkingarnar eða hvort að svona stefnubreytingin hefði ekki gengið lengra en þetta. Já, sko. Því að það var auðvitað enginn nema Ólafur Þ. Harðarson sem sá ekki stefnubreytingi þessu, kannski bara á hann erfitt með að greina hlutina þegar hún svona kalt á kálfunum. Þegar stuttbuxnatímabilið gengur í garðu miðan vetur. En þannig að þetta stefnubreytingi blasir við. En það hefur þótt vekja litla athygli, sko, nálgun á fjölskyldusameiningar hlutan sem að, sko, var síðan í rauninni önnur uppbeygja út frá þeirri línu sem virtist hafa verið lögð. Já, einmitt, já. Mögulega hefur það verið tekið inn svona á síðustu metrum. En breytingarnar, að því nú hefur kynnt mér það ágætlega, þá er þetta auðvitað bara popúlismi, Stefán. Þessar breytingar sem við verið að gera. Að þeir sem eru komnir hingað, að þessi breyting virðist eingöngu vera einhver svona spælingabreyting í garð þeirra sem hafa núna verið að flýja Gaza. Af því að Íslands samfélag, það verður ekki betra við það að fólk sé hér eitt og sakni fjölskyldu sinnar árum saman. Nei. Af því að búa til svona andfélagslega einstaklinga er vont fyrir samfélagið. Það er betra fyrir samfélag að sá sem hefur fengið hér vernd hafi sitt félagslega bakland og taumland. En þetta er ekkert smá félagslegt bakland í mörgu tilvíku, þetta eru fjölskyldur sem telja 10 eða jafnvel 100 manna sem Nei, þú getur ekki sótt 100 manns í 10 manna? Nei, fjölskyldusameiningi maki og börn. 10 manna í þessum Já, ég meina, ef að að ræða 100 manna hóp sem er að sækja, já, það er auðvitað allt annað. Það er auðvitað allt annað, ef við ert með það. En sko, við erum að tala fyrir hvern og einn. Hvort viljum við að einstaklingurinn sem að við höfum tekið ákvörðun að fá að búa hér og fá að starfa hér og greiða hér sína skatta, fá að hafa sína fjölskyldu og sitt félagslega aðhald hér hjá sér eða sé hér og upplifi að viðkomandi sé, þú veist, algjört eiland. En eru breytingarnar, eru þetta mér finnst að því að þetta er ekki það sem er að gerast á Norðurlöndunum til dæmis. Þetta er ekki svona í Noregi eða Svíþjóð. Þeir eru með miklu þrengri reglur. Nei, þetta er ekki svona það. Þeir eru með miklu þrengri reglur. Nei, þetta er rangt. Nei, alls ekki. Þetta er alrangt hjá þér. Ég er búin að kynna mér þetta. Þeir hafa miklu þrengri reglur, til dæmis hvað dvalartíma fólks áður það getur sótt fjölskyldusameiningu og annað. Nei, veistu það, eins og í Noregi, þá er það þannig að Danmörk er önnur. Þú varst að tala um Norðurlöndin. Nei, ég var að tala um Noreg og Svíþjóð. Ég nefndi það sérstaklega. Já. Ég talaði um Noreg og Svíþjóð þegar Danmörk skilur sig algjörlega frá. Í Noregi er það til dæmis þannig, ef þú ætlar að sækja fjölskyldusameiningu, þá verður að gera það innan ákveðins tíma. Innan ákveðins tíma, ekki eftir tíman. Af því að það litur svo á að ef þú ert búin að vera fjarri fjölskylduðinni í 2-3 ár, að þá er bara komið ákveðið rof
og þá þarf að vera sérstök málsástæða til þess að það sé réttlætanlegt að þú sækir allt þetta fólk, sko. Er þetta populismi? Það sem að liggur fyrir í nýju frumvarpi? Nei, það held ég nú ekki og ég hef nú verið þeirra skoðunar og við í Miðflokknum að það sé svona, hafi því miður verið svona losað of upp á skrúunum miðað við það sem að lagt var fram í samráðsgáttin upphaflega og við lögðum nú fram breytingatillögur við aðra umræðu þar sem að við lögðum til að þau atriði sem tekið voru út frá kynningum málsins í samráðsgátt þangað til ráðherra mælti fyrir því, þeim yrði bætt inn aftur. Það var allt kolfellt og með öllum atkvæðum stjórnarflokkana og þannig að ég meina ráðherrann er búinn að beinlínis lýsa því yfir að meira þurfi til bara með því að segja heyrðu það koma frekari frumvörp fram í haust. Þannig að ég bara býð spenntur að sjá með hvaða sósu Vinstri grænir ætla að kyngja því. En ég held að þetta fjölskyldusameiningarbyggð til dæmis hafi ekki verið í samráðsgáttinni. Það kom inn eftir að búið að vera að senda inn fullt af umsóknum. Það verður að minnstakosti mjög spennandi að fylgjast með þinginu þegar það kemur saman í haust. Núna liggur þetta fyrir hvernig málin liggja. Flestir fara nú væntanlega á sólarströnd og reyna að sleikja sólina og sleikja sárin eftir pólitísku orðarhríð. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hér í næstsíðasta þátt spursmála fyrir sumarfrí. Helga Vala Helgadóttir og Bergþór Ólason. Takk fyrir okkur. Þá er það hér, handan við hornið, Lilja Alfreðsdóttir ráðherra. Hún ætlar að ræða hér við mig einmitt ýmis mál sem að komið fyrir þingið og ekki og stöðuna í ferðaþjónustunni og hagkerfinu almennt. Fylgist þið með. Með Toyota Relax getur þú framlengt ábyrgðina á bílnum þínum upp í 10 ár. Já, 10 ár. Hægt og rólega 1 ár í senn. Og engar áhyggjur. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir. Komið sæl aftur. Hingað er komin Lilja Dögg Alfreðsdóttir. Hún er menningar- og viðskiptaráðherra og við ætlum að fara yfir þau mál og ýmislega fleira hér á næstu mínútum. Velkomin. Takk fyrir. Mér langar eiginlega til að byrja því að ræða við þig stærsta atvinnuveg þjóðarinnar, ferðaþjónustuna, sem að sannasagna upplifir dálítið einkennilega tíma núna. Við höfum haft mikinn uppgang hér á síðustu árum, milljónir ferðamanna sem að koma hér á ári hverju, miklir innviðir verið reistir, en núna finnum við mikinn herping. Við bæði sjáum á farþegatölum, á gengi flugfélagana að það gengur ekki vel og svo heyrum við meðal annars á ritstjórn Morgunblaðsins í ferðaþjónustuaðilum vítt og breitt um landið og menn bera sig afskaplega illa. Hvernig slær þetta þig sem ráðherra ferðamála? Jú, það er auðvitað þannig að við erum í mjög miklum samskiptum við okkar fólk í ferðaþjónustunni og það sem er að gerast þar er að bókunarstaðan inn í næstu mánuði, hún er ekki eins góð og hún hefur verið og þá eðlilega eru rekstraraðilar áhyggjufullir. Hún er mun slappari. Já, hún er mun slappari og það er hárrétt og Ferðamálastofa var líka að uppfæra sína spá. Þeir gerðu til dæmis ráð fyrir því að það kæmi hérna inn 2,5 milljónir, eru búin að uppfæra hana í 2,1 og þarna munar bara talsvert miklu og ferðaþjónustan þetta þannig grein að þú að þarf stöðugt að vera að sinna henni og við höfum til að mynda ekki og ég kom með tillögu til ráðherranefndar ríkisfjármál að við förum bara í neytendamarkaðssetningu eins og önnur ríki gera þetta. Og þið gerður reyndar í COVID og alveg fram til ársins 2022. Já, og við settum reyndar 100 milljónir í það eftir þessar jarðhræringar til þess í raun og veru að koma réttum skilaboðum á framfæri. En það þarf bara meira til og það sem við sjáum er að ferðaþjónusta á heimsvísu er að aukast en hún er að minnka hjá okkur. Og þá verðum við að líta í eigin barm og skoða. Eitt er verðlag, við vitum það alveg að það er dýrt að koma til Íslands. En það sem við sjáum líka er að þessir svoköldu betur borgandi ferðamenn að þeir eru að fresta Íslandsdvölina þegar þeir hafa áhyggjur af því að þeir munu mögulega festast og það verður hreinlega erfitt að komast frá landinu okkar góða. Út af gosinu. Út af gosinu. Og við höfum auðvitað gert heilmikið í því að segja, heyrðu, ég meina alþjóðaflugið, það hefur ekki orðið neinar óeðlilegar tafir á því í tengslu við þessar jarðhræringar. En þegar fólk sér á forsíðu New York Times Hallgrímskirkjuna og það er bara eins og þetta sé allt í einum, eins og þetta sé bara mjög alvarleg staða. Og alveg ofan í byggðinni. Já, og þá auðvitað er margir sem hugsa, já, heyrðu, ég ætla kannski bara aðeins að bíða, ég ætla að sjá hvað gerist. Og nú þurfum við bara að sækja fram fyrir ferðaþjónustuna
og við erum svo sem búin að teikna þau upp hvernig við gerum það í samstarfi við Íslandsstofu og Ferðamálastofu og helstu hagaðila. En ekki of seint í rassinn gripið? Þið hættið 2022, þið setjið þessa ákveðnu upphæð þegar að byrja að gjósa. En þið í raun og veru hættið þessa neytendamarkaðssetningu sem að þjóðurnar í kringum okkur meðal annars Írar og fleiri að gera. Já, ég meina Írar og Norðmenn, þeir eru að setja Norðmenn eru að setja, við erum að setja eitthvað, en Norðmenn eru að eyða svona áttfalt meira en við. Bara svo við áttum okkur á þessum tölum. Írar eru að setja 11 milljarða. Já, og Írar eru að setja alveg rosalega mikið í þetta. Og af hverju er fólk að setja í þetta? Vegna þess að það bara koma inn eins og fyrir okkur bara mjög mikið að gjaldeyristekjum. Og ef við sjáum samdrátt í ferðaþjónustunni, þá munum við finna fyrir því í genginu sem gerir okkur þá erfiðara fyrir vik að sjá þessa verðbólgu sem er að lækka. Þannig þetta er rosalega stórt efnahagsmál. En þið sofnuðu þá á verðinu? Nei, við sofnum ekki. Hvað er þetta að kalla það annars? Það sem við gerum í raun og veru er að það kemur gríðalegur fjöldi og það er aukning upp á 15% í kjölfarið á þessa neytendamarkaðssetningu. Og þá var svona talið að menn þyrftu svona aðeins að því að við verðum líka að geta tekið á móti þessum fjölda. En það er alveg rétt að við héldum ekki áfram og við erum mögulega að finna fyrir því akkurat núna. Sumir segja þetta sé verðlagið. Ég er reyndar á því og ég er sammálaður að þú þarft að vera með stöðuga neytendamarkaðssetningu. Þetta snýr að samkeppnishæfni þessar atvinnugreinar og við verðum að læra þessa reynslu. Við teljum að við séum ekki að fara og seint á stað með þetta vegna þess að þetta snýr að vetrinum og við erum tilbúin og nú þurfum við bara einhvern veginn að ganga frá því að þetta verði samþykkt. En ef aðilar hafa gert ráð fyrir því að hér eru 2,5 milljónir ferðamanna, við höfum farið upp í 2,3 ríflega, en svo fellur þetta 400.000 ferðamenn á þessu ári og útlitið virðist ekki bjart fyrir árið 2025 heldur. Er það þá ekki til maður sem að menn hafi sofnað verðinu? Því að það tekur tíma að pikka upp, þú sendir ekki auglýsingar út í heim og fólk byrjar að bóka. Já, það er nú samt alveg, það er virka, ég er nú engin neytendamarkaðssetning, sérfræðingur, en við sjáum alveg að við getum farið á stað núna án þess að valda varanlegum skaða fyrir ferðaþjónustuna. Ég skal segja þér af hverju. Það er þannig að við erum að sjá þokkalegar tölur. Til að mynda eins og í maí, þá er samdrátturinn ekki meira en 2,3% og við erum að sjá meiri neyslu þar sem af er árið. Þannig við erum enn í svoköllum, í ágætismálum. Það breytir hins vegar ekki því ef væntingarnar og horfunar eru eins og þær eru, að þá þýðir ekkert annað en að bara fara á stað með þetta. Hvað ætlar að setja mikið pening í þetta? Ég er með tillögur, nei, það er við ekki að gera, en við erum með tillögur á bilinu 700 milljónir upp í 1,1 milljarð. Og sumir koma svo að segja á móti, akkur eru það að setja auglýsa eina atvinnugrein? En við gerum það vegna þess að við erum í samkeppni við önnur ríki og ég meina EasyJet var að tilkynna 7 nýja áfangastaði í Noregi, meðan þeir voru að tilkynna 1 nýjan áfangastað hér. Og við verðum bara að taka þessu. Við erum ekki með flugvelli sem að EasyJet getur flogið á heldur. Já, þetta er hún að fljúga á Akureyri. Ertu ekki búin að pröfa það? Já, en þá er ekki fleiri völlum til að dreifa Nei, en þú getur samt sem hafa lent á Egilsstöðum líka. Já, eða Alexanders flugvelli á Sauðárkróki. En þetta er hins vegar alveg þannig og það er alveg hárrétt sem þú segir að það þýðir heldur ekkert að maður verða bara átta sig á því að þú þarft að vera með stöðuga neytendamarkaðssetningu og við höfum verið að gera mjög vel í því og þurfum bara að halda áfram og við sáum það líka eins og með COVID-ið. Ég meina, við fórum upp 15% meðan ég held að Finnarnir hafi farið niður 16% af því þeir voru kannski ekki að sinna þessu. Sigurður Andersen bent á það á X að Íslandsstofa er með 48 starfsmenn á sínum snærum og ríkið í gegnum gjöld og skattheimtu leggur þeirri stofnun til 1,2 milljarða á ári. Af hverju þessi peningar ekki að fara einmitt í þetta risastóra hagsmunamál? Hvað eru þeir að gera þetta niður í grósku? Þeir eru að sjálfsögðu að kynna land og þjóð mjög víða og eru að skipuleggja núna til að mynda bara í þessum töluðu orðum eru þeir með hópa blaðamönnum sem eru inn á Reykjanesi og eru að skoða allar aðstæður og þetta eru blaðamenn frá stæðstu erlendu miðlunum hér allt í kringum okkur og á þeim mörkuðum. Þannig að Íslandsstofa er að sjálfsögðu að vinna vinnuna sína
Og En verið að verja þessum peningum vel fyrst að ferðaþjónustan kallar núna grátbiður að þessi fjármunir séu settir við auðvitað vinnum með Íslandsstofu og ég vil líka nefna eitt mál sem mjög mikilvægt fyrir ferðaþjónustuna að það verið að samþykkja núna ferðamálastefnu til ársins 2030 og í henni nákvæmlega það sem við erum að tala þessi stöðuga neytenda markasetning og það bara eitt af stærstu málunum í ferðamálastefnunni og þingið og bara ég vil þakka öllum þeim sem hafa komið að því að vinna ferðamálastefnuna sem bara grasrótin og fólkið í ferðaþjónustunni, það veit alveg hvað það að segja þegar að biðja þetta og ferðaþjónustan líka mjög svona, svo ég noti það bara mjög dýnamísk grein og tilbúin til að aðlaga sig að breyttum aðstæðum. En við verðum samt að átta okkur þegar við erum með þessa staðreyndir fyrir framan okkur hvað er að gerast. Ferðaþjónusta kvartar undan eða nefni það að ferðaþjónustaðalar sem eru að kaupa ferðir til Íslands tali verðlagið og við sjáum frétti hér á nær hverjum degi af samlokum sem kosta 2.500 krónur og kaffibollar sem kosta annað eins. Erum við ekki bara búin að skjóta okkur í fótinn með þessum kjarasamningum sem að leiða til þess að fólk í þjónustustörfum hefur fengið þessar miklu hækkanir umfram í raun og veru aðra hópa í landinu á síðustu árum? Það auðvitað þannig að ef við erum komin með í raun og veru markað sem á í erfiðleikum með að keppa við aðra markaði, hvað var það til að mynda laun og bara annan rekstrakostnað, ég meina annað eru líka mjög há vaxtagjöld og það þannig að það sem hefur alveg verið, það sem jákvætt að við erum búin að vera með stöðuga kaupmáttaraukningu, við höfum verið að horfa upp á hagvöxt sem við höfum ekki séð nánast í 50 ár og erum í raun og veru bara að flestu leyti nema þessir ofboðslega háu vextir eru þetta farnir að bíta og valda erfiðleikum að þá erum við með hagkerfi sem bara búið að framleiða mikið og stendur sig vel en það alveg eins og þú segir. Þetta kaupmáttaraukning sem tekin að láni ef við erum að skjóta okkur í fótinn og það dregur síðan úr framleiðslunni eða þjónustunni sem við seljum. Ég meina það sem gerist auðvitað að ef vinnuveitandinn ræður ekki við þessar kaupahækkanir, hvað gerir hann? Hann fyrir að segja upp fólki og það sem getur auðvitað gerst eins og staðan núna að atvinnustigið sem hefur verið mjög hátt, að við erum farin að sjá að atvinnuleysi farið að aukast svona hægt en það aðeins farið að gera það. Og ég þekki auðvitað mjög vel líka bara eins og í sambandi við að því að ferðaþjónustan og veitingastæðir, þetta auðvitað nátengt þjónusta og þar einmitt nefnt nákvæmlega það sama. En þetta gerist, það sem gerist að það á sér stað fækkun og við verðum auðvitað bara að horfa upp á það hvaða þættir eru það sem skera sig úr þegar við erum að bera saman hagkerfið okkar og önnur hagkerfi og eitt af því vinnumarkaðurinn. Við höfum verið að sjá fram á meiri hækkanir. Laun hér eru of há til þess að við getum staðið samkeppnina við samanburðarmarkaðina. Laun eru hér há. Eru þau of há? Ég ætla ekki að segja það hér, ég meina sumir myndu segja það, ég ekki tilbúin til að segja það alveg ekki. Já, vegna þess að maður vill heldur ekki, það auðvitað þannig að þegar maður í stjórnmálum að það eru... Þá þorir maður ekki að segja hluti sem maður ætti að segja, en finnst þér laun í raun og veru of há? Ég vil bara að það séu samkeppnishæf, ég vil ekki að við séum með þannig... Og þau eru ekki samkeppnishæf núna? Ég vil ekki að við séum með þannig launauppbyggingu að það verði til þess að við bara hreinlega ráðum ekki við það og við tökum það út svo í atvinnuleysi. Þetta kannski svolítið langt svarað. Það ýmislegt sem bendir til þess að við séum að fara að taka það út í atvinnuleysi. Icelandair var að segja upp 90 starfsmönnum og svo 50 flugmönnum og hvað það var. Það hlýtur að hríslast út í kerfið almennt. Ég nefnaði til að mynda það sem við vorum að gera núna varðandi æðstu embættismenn. Ég meina við tökum, það var búið að reikna mun hærri fjárhæð sem okkur fannst útilokað af því við verðum að ná þessari verðbólgu niður og við erum svo í þakinu þarna. Og mér fannst það bara mjög eðlileg nálgun að gera þetta með þessum hætti og við gerum það líka í fyrra. Og það bara þannig að þú getur ekki tekið út ofmiklar hækkanir. Það bitnar á einhverju ef reksturinn ekki sjálfbær. Þú hefur setið í ríkisstjórn núna síðan 2016 ef maður rétt. Já. Og frá 2019 hafa ríkisútgjöldin gjörsamlega farið úr böndunum. Fóru úr tæplega 900 milljónum þá, 1400 milljarðar núna. Það var allt gert í nafni þess að hér var COVID og aðstæðan öll svo hræðileg og þá gengum menn út frá því að það eitthvað dregið úr þenslunni tilbaka. Þú ert hagfræðimenntuð.
þú veist jafnvel og ég að þetta megin ástæða þess að við erum með þessa þráláttu verðbólgu í kerfinu. En þá ætla ég aðeins að benda á nokkra aðra þætti. Hvar eru ríkisútgjöldin að aukast? Þau eru fyrst og síðast að aukast í varðandi launaþáttinn. Af því ég kannast ekki við það, nú hef ég setið í ríkisstjórn, stýrt 3 ráðuneytum, það hefur aldrei verið þannig að við séum, að maður hugsi bara, heyrðu hérna, hvað er að gera við þessa fjármuni, þau eru svo óbáslega miklir. Ég nefni til að mynda sem ég veit að er sérstakt áhugasvið hjá þér, sem er menningin, það er í raun og veru alltaf á hverju einasta ári 2% aðhald. Svo fær ráðherrann í einhver áherslumál, en ef við lítum á, ef við tökum til að mynda launaþáttinn út, þá eru nánast hvert einasta svið sem eru með ekki í þessum vexti sem þú ert að lýsa. Og af hverju er ég að minnast á þetta? Það skiptir ekki máli hvar ríkisútgjöldin koma til. Bara ef þau auka svona svakalega, ef að ríkið veldur þenslu með svona miklum útgjöldum, útgjaldaþenslu. Þá ætla ég að segja annað, sem þú varst einmitt að koma sjálfur inn á, sem skiptir máli. Við þurfum að líta til þess hvar er uppruni þenslunar. Hann er mjög mikið á vinnumarkaðanum, vegna þess að við höfum verið með, ég meina Seðlabankinn bara sýnir það svart á hvítu og aðalhagfræðingur hefur gert það sérstaklega vel. Þegar við erum að bera saman okkur á Norðurlöndin, þá er þetta á vinnumarkaðanum. Og það er alveg rétt að þensla og þensla, það er auðvitað það sama. Þið byrja ábyrgð á vinnumarkaðanum, þið semjið við alla hérna 20.000 ríkisstarfsmanna. Já, en það sem skiptir auðvitað samt máli er, þú vilt samt heldur ekki sjá að allt kerfið sé einhvern veginn að stækka eins og þessar tölur, heldur við þurfum líka átt okkur á því bara hvar er þessi þensla. Hún er fyrst og síðast í launaþættinum. En á móti kemur þetta, Stefán, ef maður svona má aðeins koma með hérna nokkra þætti sem bara ganga vel í. Við erum með ríkissjóð sem skuldar lítið í alþjóðlegum samanburði. Er að safna skuldum? Nei, við erum að greiða niður skuldir. Við vorum með 40%. 50, já, þú ert alltaf í hlutfallstölunum eins og Bjarni Benediktsson. En við erum að auka skuldir 50 milljarða á þessu ári. Já, en við erum ekki að greiða niður skuldir. En við erum hins vegar að lækka þær hlutfallslega því þú verður alltaf að líta á grunninn sem er landsframleiðsla og athuga hvernig þær eru að þróast sem hlutfall að þeirri verðmætasköpun sem er í hagkerfinu og þar erum við að lækka. Og ég meina við vorum í kringum 2022 40%, við verðum í kringum 30%, en það sem við þurfum að gera betur er að lánskjörin okkar erlendis, þau eru bara enn og hér innanlands, þau eru bara enn of há. Miðað við lítum á svo grunnstoðir hagkerfisins sem eru bara, við erum með öfluga ferðaþjónustu, við erum með hreina orku, við erum með sjálfbæran sjávarútveg og vaxandi hugverk og skapandi greinar og allt er þetta bara allir þessar atvinnuvegir ganga vel og hafa verið að búa til þennan mikla hagvöxt. Við erum með dýrasta bankakerfi í heimi sem að þið vilja halda rándýru með bankasköttum og öðrum kvöðum sem önnur bankakerfi búa ekki við. Það var nú bara þannig, Stefán Einar, að þessi tímabundna skattlagning sem ég sagði að myndi hafa þau áhrif að við myndum þá draga úr þenslunni ég held ég hafi komið þetta fyrir svona 2 árum og þá er nú bara, ég held þetta hafi nú komið þannig, ég var að lesa ævisögu Margaret Thatcher. Þeirra góðu konu og ekki held, ég var að lesa ævisögu Margaret Thatcher og ég safnaði að mér í raun og veru öllum þeim bókmenntum eða litteratúr í sambandi við verðbólgu og hvað ríkisstjórnir voru að gera gagnvart verðbólgu þegar varst komin í þá stöðu að þú ert með bæði mikla verðbólgu og háa vexti og þá var nú Margrét fór í þetta á sínum tíma og setti svona hvalrekaskatt til þess í raun og veru að þau heimili og þau fyrirtæki sem voru að lenda mjög illa í svo háa vaxtastigi að þau gætu í raun og veru, það væri hægt að dreifa þessum byrðum og sömu leyti höfum við gert þetta því leytinu til að vaxtabætur hafa aukist en við höfum ekki tekið þær úr bankakerfinu. Ertu búin að sjá bara hvað vaxtagjöld eru búin að aukast? Þau eru búin að aukast frá því að vaxtatekjur bankana eru búin að líka bankarnir þurfa að fjármagna sig og þeir eru að fá verri og verri kjör líka. Vaxtamunurinn ekki aukast. Það voru 150 milljarðar fyrir 3 árum og ég held að þetta sé að komið yfir 400 milljarðar. Vaxtamunurinn er ekki að aukast. Hann var að aukast út frá, þegar við tókum stöðuna á þessu fyrir tæpu ári, þá var vaxtamunurinn að aukast. Við höfum eftir að
taka stöðuna á þessu núna, Aukningin hvað hefur verið en að nánast gerast. engin. Þeir eru að fá verri kjör, þeir eru með eiginfjárkvaðir sem að hvergi þekkjast í heiminum, þeir eru með bankaskatta sem eru margfalt hærri heldur en í öllu samfélagsríkjunum. En það hins vegar þannig, þú bara lítur, bara það sem gerist alltaf. Þegar verðbólga fer svona af Eiginfjárkvaðirnar eru miklu hærri, skattarnir eru ennþá hærri og þú vilt skattleggja þá meira. Ertu búin að skoða bara hvað þeir eru, bara hvað Seðlabankinn er að greiða? Þetta eru rosalega, og þú veist, þetta eru rosalega fjárhæðir, en þeir eru með innlán inn í Seðlabankanum, sem Seðlabankinn er að greiða svo tilbaka. Nú er verið að hækka þær kvaðir á bankana sem að kveða á vaxtalausa bindiskyldu. Ég held eins og að það sé þannig samt, Stefán, að bankakerfið okkar, það er hins vegar traust að því leytinu til að við vorum með það hérna í aðdraganda hrunsins. En það er dýrt. Já, það er mjög dýrt. En það hefur verið að lækka á hvern einasta starfsmann og við fylgjumst mjög vel með því í viðskiptaráðuneytinu. Á hvern starfsmann? Já, það er að segja kostnaður á hvern starfsmann. Hann hefur verið að lækka í íslenska bankakerfinu og auðvitað víða heim út af allir þeirri bara, ég meina, vildum við ekki öll einhvern tíma vinna svona að vera bankastarfsmaður, nú er maður bankastarfsmaður með hérna símann sinn og ég er líka orðin búðakona því ég er hérna alltaf að... Ég fór nú ekki að læra guðfræði til þess að vera bankamaður. Nei, ég er nú aðeins að ég er að segja í samtíð af allir þessa tækniþróun að þá hefur auðvitað hérna kostnaður verið að lækka í íslenska bankakerfinu. En ég fer ekkert ofan á því. Kostnaður að lækka þær, en hvaðirnar sem að þið sem opinberir aðilar eru að leggja á það? En þeir bara ekki, þær eru eitthvað umfram. Það sem gerist í Evrópu, það sem gerist í Evrópu, en ég er hins vegar alveg á því að þegar verðbólgan fór hérna á stað, ef við hefðum verið aðeins aðhaldssamari, bæði gagnvart bankakerfinu og ríkisfjármálunum, sem ég talaði verulega fyrir á vettvangi ríkisstjórnarinnar, mér fannst mjög mikilvægt að það væri bara allstaðar aðhald. Að þá held ég að verðbólgan hefði farið aðeins hraða niður, en hún er samt á niðurleið verðbólgan. Við skulum vona það. Þú nefndir það að þú ætlar að reyna að fá 700 milljónir til 1,2 milljarða inn í markaðssetninguna fyrir Ísland og til þess að fá hingað fleiri ferðamenn heldur í rauninni núna. Eitt af því sem að þú og Framsóknarflokkurinn hafið beitt ykkur fyrir, það er að endurgreiðslur á kvikmyndagerðarkostnaði hér innanlands. Þið hafið mikinn áhuga að fá hingað alþjóðlega stjörnu til þess að leika í þáttum og kvikmyndum og svona skefjalausasta dæmið sem að ég get nefnt út frá því að þið hækkuðu þessa styrkið endurgreiðslur og kostnað á 25% 2016 og upp í 35% 2022, það var þetta kosningalóðurinn vika 2021. Trúdi Detective þættirnir sem eiga að gerast einhvers staðar allt annars þar í heiminum og Jodie Foster er aðaleikonni, fekk 4 milljarða endurgreidda af skattpenningum Íslands almennings vegna þessar umsvifa. Þið hafið fengið skýrslu unna af erlendu fyrirtæki sem að heldur þið fram að þessi fjármunir sem að komi hér inn vegna kvikmyndagerðarinnar 6-faldist í hagkerfinu. Tæplega 7-faldist. Já, 6,8 eða hvað er. Þetta er þetta tóm þvæla. Nei, þetta er ekki það. Þetta er tóm þvæla. Alls ekki. Það er ekkert sem engin eðlileg rök sem að geta stutt það að þessi fjármunir 7-faldist eða 6-faldist í kerfinu. Ertu búin að fara yfir skýrsluna? Já, ég las skýrsluna. Ertu búin að sjá bara hvernig þetta fer í gegnum hagkerfi og öll þjónustan sem er keypt og allt það? Ég held að þú getur aldrei sagt þetta nákvæmlega með þessum hætti og afskrifa þetta svona. En býtu nú við, ef að þetta er reyndin, eru þetta öðruvísi peningar heldur en koma í gegnum annars konar starfsemi? Af hverju niðurgreiðum við ekki bara allan kostnað allra fyrirtæki sem hingað vilja koma 35%? Það er auðvitað þannig, eins og með kvikmyndagerðina, að hún hefur alls konar jákvæð áhrif til að mynda á ferðaþjónustuna. Ok, það er að tala um markaðssetninguna. Já, markaðssetningu og til að mynda, og ef ég fæ að klára einu sinni, þetta eru 40% þeirra sem koma hingað, þeir koma vegna þess að þeir hafa séð Íslandi í einhverju kvikmynd, kynnast Íslandi í gegnum umfjöllun annara, til að mynda vinkonu þinna Jodie Foster sem kemur á það sem horfa kannski 15 milljónir á klippu úr þessu og hún talar um Ísland. Þannig að þetta er jákvætt, þetta er mjög jákvæð landkynning og hefur verið. Ef þið getið ekki tryggt milljarð á ári í neytendamarkaðssetningu almennt fyrir landið, er það þá þess virði að setja 4.000 milljónir í True Detective sem á að gerast allt annars staðar í heiminum? Þú veist náttúrulega hvernig þetta virkar. Þetta virkar þannig
að það útláður kostnaður og svo bara eins og í mörgu öðru það sem endurgreiðslukerfi, það ekki eins og að ríki seti bara, heyrðu, hérna eru 4 milljarðar, takk fyrir. Þetta endurgreiðsla á mjög miklum kostnaði sem á sér stað hér á Íslandi. Já, það ekki kostnaður sem að fer inn í ríkissjóð. Þeir koma með, ég meina, fyrirtækin sem eru að starfa við þetta, þau borga skatt og ekki nóg með það. En þetta endurgreiðsla kostnaði sem að fellur til í hagkerfið. Þú byrjar á því að þetta erlend fjárfesting sem byrjar á því að koma inn í hagkerfið og þú fara erlendar tekjur inn í hagkerfið. En það ekki það sama við ef við myndum opna álver eða lyfjafyrirtæki. Það eru 600 manns sem störfuðu hér á Íslandi við þetta verkefni og það sem gerist líka í tímabundnum störfum. Já, en það eru auðvitað komið ný verkefni líka til þessara fyrirtæki eins og True North og Reykjavík Studios núna til að mynda að taka mynd sem þú hefur alveg örugglega áhuga á sem baráttan Hastings 1066 og hugsaðir, þetta bara allt skrifað í heimskringlu, ekki nóg með að sé að taka upp þessa mynd En þessi röksemd gæti ef þetta væri rétt sem þetta auðvitað ekki með þessa skýrslu, þetta algjör þvæla. Ef þetta stæðist, af hverju gerum þetta þá ekki bara með allan fyrirtækjarekstur? Ef þetta margvætar svona inn í hagkerfinu? Já, þú hefur til að mynda heyrt hvað við höfum verið að gera varðandi nýsköpun og rannsóknir og þekkingagreinar. Hver munurinn á því, þegar við erum að endurgreiða þar, sem ég hef ekki heyrt þig gagnrýna jafn harðlega, hver munurinn á endurgreiðslum alltaf 35% í nýsköpun? Ég get alveg sagt hver munurinn á því. Já, hver munurinn á því? Það eru með fyrirtæki sem Marel eða Össur eða Kontrolant eða hvaða fyrirtæki ég geti nefnt Keresis. Það eru fyrirtæki sem hér áfram að störfum. Skapa hér hundruð og þúsundir starfa. Já, fyrirtækin eru hér líka. Þetta eru íslensk þjónustu fyrirtæki sem starfa hér og fá inn verkefni og eru með hundruð manna sem að vinna í skapandi greinum og þessi geiri hefur vaxið alveg gríðarlega og þannig að þú ert í raun og veru að segja að þannig að það munur á þeim Íslendingum sem starfa við kvikmyndagerð annars vegar og þeim Íslendingum sem starfa við lyfjagreinar en þú veist, svo ég sé bara í alvöru talað, þá hefur mér alltaf fundist að því að ég hef nú mjög gaman að þjóðmálum og þessum þáttum, að það verður einhvern veginn algjörlega ekkert minnst á það að það ekkert verið að gagnrýna þessar niðurgreiðslur sem eru hjá nýsköpunarfyrirtækjunum. Það þykir einhvern veginn alveg í lagi og þú náttúrulega veist að það mikil alþjóðleg starfsemi hjá Marel og hjá Keresis og öllu þessu fyrirtækjum, þannig að það engin sérstakur munur þarna á. Ég fyrst að þessi menn gátu reikna sér niður á þessi rosalegu hlutvöll að þá ættu það gilda öll fyrirtæki. En þetta auðvitað þannig að við sjáum það til að mynda og það á við nýsköpun og með þess að gera að það að verða til mikið af nýjum störfum og nýjar gjaldeyristekjur í gegnum þessi nýju tækifæri sem við höfum klárlega verið að fjárfesta í. Svo vil ég bara segja eitt líka, varðandi kvikmyndageran. Við værum auðvitað ekkert með þessi 35% ef það var ekki það sem væri að gerast í þessum geira, bara hafa það alveg á hreinu. 4 milljarðar í trútitæktir og það ekki hægt að markaðssetja landið almennt, það hlýtur að skera í augun. Þetta einn þáttur og síðan eru fleiri verkefni sem að hinga koma. Já, en þarna koma 100 starfa, það voru 10 milljarðar sem komu inn í hagkerfið ef ekki meira í gegnum þetta verkefni. Þannig að það ekki eins og þetta sé bara útflæði. Ég held að stundum sé misskilningur þar, en eins og ég ítreka það ekki munur á þessu útflæði eða rannsóknum, nýsköpun og þekkingagerð. Í mínum augum virkaði þetta bara eins og tiltölulega lélegt töfrabrögð. Ég held að þér finnst mjög gaman að horfa á kvikmyndir, þú greinilega fyrir því sem Ég er lítið gaman að þeim. Önnur menningarstaðsemi, þú ert að hækka listamannalaun alveg gríðarlega. Fjölga. Já, þú ert að fjölga þeim sem að komast á listamannalaunin. Það fer úr 1600 mánuðum í 2850 mánuð ári. Reyndar kemur í ljós þegar maður skoða núna breytingarnar á frumvarpinu að það verið að taka þetta úr sjóðum sem að þið hafið áður verið með í gangi en hafa ekki nýst nægilega vel. Einhver þörf á þessu? Erum við ekki með nógu marga rithöfunda á framfæri hins opinbera, listansara, myndhöggvara og annað í þeim dúr?
Þetta grunnurinn að þessu öfluga menningarstarfi sem á Íslandi. Ég meina, eitt af því sem tónlistarskólan algjörlega frábærir. Það ekki fólk á listamann. Já, en sko, þeir eru auðvitað grunnurinn. Þú fer ekki á listamannalaun nema þú sért búin að vera í umtalsverðu tónlistarnámi og öðru slíku. En ef við bara förum aðeins yfir þetta, að þá hafi ekki verið breytingar gerðar á starfslaunum listamanna síðan 2009. Þannig að við erum búin að vera með nákvæmlega sama fjöldan frá þessu ári. Ef við myndum til að mynda að það vera enga breytingar gerðar, segjum bara að það eru gerðar breytingar núna og enga breytingar sem eru gerðar svo næstu 15 árin, af því einhvern veginn finnst fólki erfitt að koma breytingum á þessu kerfi í gegn, þá þetta 3% fjölgun á ári frá árunni 2009. Þannig að það var tímabært. Hver var þörfin á því? Vegna þess að við sjáum það bara, Stefán, að við erum með framúrskarandi listafólk út allt sem bæði að gera frábæra hluti hérna heima og líka erlendis og mjög margir af þeim þeir byrja á þessu starfslaunum. Langflestir af þessum framúrskarandi einstaklingum eru bara ekkert á listamannalaunum og hafa aldrei verið það. Ég meina þeir sem eru búnir vinsælustu rithöfundar, hljómsveitarnar. Já, en þau byrja mjög mörg á þessum starfslaunum og svo vil ég líka segja, það líka ákveðin misskilningur. Fólk fær kannski útluta 6 mánuði af heilu ári. Þannig að þetta mjög dýnamist og hvetjandi kerfi og flestir sem að skoða það, þeir segja að þetta sé grunnurinn að þessu góða menningarlífi sem hér. Og ég nefna það bara líka, ég meina bara eitt af því fyrsta sem Alþingi gerði á sínu tíma, það var að veita skáldalaun. Matthías Jochumsson fékk skáldalaun árið 1890. Við erum búin að vera með þessi starfslaun listamanna alveg frá því. Og hann framleiti vel. Eitt af því sem maður tekur eftir að það engin eftirfylgni við það hvað fólk gerir við þennan tíma. Nei. Það þarf að skila skýrslum það sem fólk að gera. Við höfum kallað eftir gögnum hér til dæmis í sambandi við Andra Snæ Magnason sem hefur verið áskrifandi þessu launum árum og jafnvel áratugum saman. Og eftir að liggja örfá verk og miklu minna heldur en gefið var upp í þessum skýrslum. Þannig að þetta hefur fjölmörg dæmi það að fólk skilir skýrslum hitt og þetta, en almenningur sem stendur straum að þessu, hann hefur enga vissu fyrir því að þessi peningar nýtist. Það mjög góð eftirfylgni við þetta og það sem hefur komið mér skemmtilega óvart, hvað það í raun og veru. Mikill stuðningu við það að við styðjum við menningu og skapandi greinar á Íslandi og alltaf, ég get alveg sagt það að ég var nú utanríkisráðherra í einhvern tíma og það allt annað að vera varnarmálaráðherra Íslands eða að vera menningarmálaráðherra Íslands. Það bera allir virðingu fyrir menningarmálaráðherranum á erlendri grundu vegna þess að það þekkja nánast flestir einhvern rithöfund, ég ætla bara að nefna annað hvernig við erum að gera. Við erum til að mynda núna að reyna að koma í íslenskuna að því Copiloti hjá Microsoft. Við fáum aðgengi að manni sem númer 2 sem heitir Scott Guthrie. Hvað elskar Scott Guthrie? Arnald Indriðason. Hann búinn að lesa allar bækurnar hans Arnaldar. Nú hann að færa sig við... Hversu lengi var Arnaldur Indriðason listamannalaun? Ég þekki það ekki. Ég held að Arnaldur Indriðason hafa aldrei fengið listamannalaun. Já, það ekki aðalatriði í þessu. Þú bara nefnir svo frábært dæmi. Já, ég veit, en það ekki aðalatriði. Eins og ég segi, það mjög margir sem byrja á listamannalaununum. Og svo það bara þannig, ef þú skoða bara, það mikil tengsl á milli öflugs menningarstarfs og hagvaxtar. Menn kvarta mjög undan því núna í sambandi við þessar breytingar þinnar að þeir ekki að auka fjármuni til afreksíþrótta. Við vitum þetta til þess að ungar handboltakonur sem að taka þátt í alþjóðlegum mótum og auka hróður okkar að þetta fólk þarf að borga með sér mörg 100.000 krónur. Ég alveg sammála því að þar eigum við að gera betur. En af hverju farið þú og bætið þá verður að ræða við íþróttamála ráðherrann hvað það verður. Ég veit að ég tel og ég alveg sammála því. Við eigum að styðja betur við íþróttir og afreksfólkið okkar og það sem við eigum að gera, við eigum að taka upp svipað prógram og við erum með þarna og þetta starfslaunakerfi, ég meina það á rætur sinna að rekja alveg til 19. aldarinnar og ef við lítum bara til að mynda á það, hvaða mikil gróska í bókaútgáfu á Íslandi og setjum það í samhengi við hagvöxt, þá mikil fylgni á milli þess og ekki bara hjá okkur. Ég mæli með, að því að þú hefur sérstakan áhuga á þessu, ég mæli með bók eftir Ray Dalio. Þá hann að
í raun og veru að kíkja á þessar breytur í raun og veru hvað býr til hagvöxt, hvað býr til velmegun. Og eitt af því sem oft mjög ábyrrandi hjá ríkjum, hvort sem var í Feneyjum með endurreisnartíminn, Aþena, Róm og allt þetta, var mikil bókaútgáfa, mikil menning, mikil tónlist. Þú vilt þá meina að það búið til hagvöxt að styrkja Jodie Foster 4 milljarða. Þú vilt auka listamannalaun 80%. Þú ert að tala fyrir... Já, en 3% á ári, Stefán, ekki setja þetta, ekki slíta þetta svona samhengi. Þú ert að tala fyrir bókaútgáfunni sem nýtur núna ríflegra ríkistyrkja. Fjölmiðlarnir eru á ríkistyrkjum sem reyndur áttu að vera tímabundnir og frá því að þið byrjuðu að styðja fjölmiðlana, þá er Fréttablaðið búið að leggja upp laupana. Ég er bara mjög stolt af íslenskri menningu. Og litlu miðlarnir, þeim fækkar, stjórnmálaflokkarnir og opinberu framfæri og Ríkisútvarpið tekur aldrei á sig neina skerðingar þegar kemur að því að... Þegar, Nei. Og nefskatturinn þar, ef við myndum reikna út á verðlagi ársins í ár, þá ætti hann að vera 28.000 en er 20.000. Þannig að þetta er ekki alveg rétt með farið. Miklu meira nóg. En veistu það... Rétt í lokin þurfum við að fara yfir nýlenskuna á Ríkisútvarpinu sem að upp á sitt einsdæmi tók ákvörðun það að breyta íslenskri tungu og raunar eyðileggjana. Þannig að maður skilur ekki þessa fréttamenn sem að reynda ráð ekki við nýlenskuna, stundum beita þeir þessu kynhlutlausa máli og stundum ekki. Geta stjórnvöld setið undir því að stofnun sem er fjármögnuð af almannafé og er ætlað að standa vörð íslenska menningu og íslenska tungu, gerir þetta án þess að tala við kóng eða prest? Nú er ekki búið innleiða þessa stefnu á RÚV, eins og ég best veit og við höfum verið í samtali við RÚV, bara ég eins og þú. Ég hafði bara mjög mikinn áhuga á því að vita í raun og veru bara hver væri framgangurinn á þessu og hvernig þú væri að hugsa þetta. Og Þeir, já. Nei, ég meina þetta er auðvitað það sem, sko, það sem ég segi í sambandi við þetta er í raun og veru eftirfarandi. Mér finnst ekki að við eigum að vera að flokka einstaklinga út frá því hvernig við tölum. Ef þú vilt beita kynhlutlausu tungumáli, þá er þér það frjálst að mínu mati. Ef ég vil nota bara mína íslensku eins og ég hef lært hana, þá er mér það líka frjálst. Þannig að fréttamenn á ríkismiðlunum, þeir mega bara fara með íslenskun eins og þau sýnist? Nei, alls ekki. Þú þarft alltaf að beita, þú þarft að vanda málið þitt og út á það gengur málstefna RÚV. Það sem mér finnst meira máli skipta en að við séum að karpa þetta og ég viðurkenni það alveg að ég hef bara ekki einhvern veginn alveg náð utan það hvernig við ætlum að nota málkerfið okkar. Svo ég bara sé alveg einlæg með það að þá hef ég sagði það, ég hefði áhyggjur af því hvernig þetta kæmi út. Mér finnst bara mjög mikilvægt að við erum með þetta dásamlega tungumál okkar og það hefur auðvitað þróast en við höfum haldið mjög vel utan þetta sem gerir okkur kleift að lesa fornbókmenntir mjög auðveldlega 15. og 16. aldar texta án þess að þurfa aðstofa við það og það er stórmerkilegt og við skuldum. Við erum í skuld við fornbókmenntirnar okkar og þetta fallega, yndislega mál okkar að halda vel utan það og það frábæra er að við höfum alveg óbáslega miklar skoðanir á þessu. Við skulum þakka Guði fyrir að höfundur Njálu beitt ekki kynhlutlausu tungutæki þegar hann skrifaði þann ágæta dýrgrip. Lilja Alfreðsdóttir þakkaði kærlega fyrir komuna í þennan þátt okkar hér í Spursmálum. Takk fyrir. Þá er Spursmálum þessa vikuna lokið. Ég kveð ykkur heil og vonaði þið farið kátt inn í helgina. Við hlökkum til að sjá ykkur hér nákvæmlega viku liðinni. Verið sæl.